Já, góða kvöldið og velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi í aðdraganda kreppu. Í kvöld ætlum við að ræða umhverfismálin sem að voru mál málanna fyrir kreppu og sumir vilja meina að sé líka mál málanna í þessari kreppu því að okkur sé raunverulega ómögulegt að ræsa upp óbreytt hagkerfi. Að þetta sé tækifæri sem við höfum til þess að ræsa upp hagkerfi sem að rústar ekki náttúrunni og mögulegum okkar til að lifa af á móður jörðu. Til þess að hjálpa mér til þess að ræða þetta komin hingað góður hópur af fólki. Það Kristín Vala Ragnarsdóttir sem jarðfræðiprófessor við Háskóla Íslands, Björn Þorsteinsson sem heimspekiprófessor við Háskóla Íslands, Ólafur Margeirsson sem hagfræðingur og hlustundum hér að góðu kunnum. Hann kemur hér næstu því einu sinni í viku með öðrum hagfræðingum og útskýrir fyrir okkur kreppuna sem að koma og það aðgerðir sem að stjórnvöld víða heimur að grípa til að mæta henni. Hér líka Hjalti Hrafn Hafþórsson, hann háskólamenntaður leikskólakennari á Snæfellsnesi og Oddný Eir Ævarsdóttir sem líka heimspekimenntuð eins og Hjalti fyrir en hún þekkt fyrir að vera rithöfundur hérna. Mér langar aðeins að byrja á því að velta upp svona þessu sem ég var svona í innganginum svona stöðu umræðunar umhverfismál. Getur það verið þannig að núna þegar kreppir að fókusin fari á svona hvernig við eigum að lifa þetta af, hvernig við eigum að hafa í okkur á og umhverfismál sem að í hugum sumra var kannski svona mál sem við tækjum á dagskrá þegar við erum búin að leysa öll önnur, að þau ýtist til hliðar eða þetta tímapunkturinn þar sem að umhverfismálin fara akkurat inn í miðjuna? Mér langar að spyrja þig, Kristín Vala. Já, ég myndi segja það að ef að þið tökum ekki þetta tækifæri til þess að setja umhverfismálin á oddinn og byggja allar okkar aðgerðir að því að minnka útblástur og minnka neyslu á Vesturlöndum til þess að við hættum að eyðileggja náttúruna vegna þess að við erum búin að kreppa svo hart að umhverfinu okkar að við erum í rauninni búin að búa til umhverfi þar sem svona heimskreppur eða hvað heitir aftur epidemic á íslensku? Faraldur. Faraldur koma fram. Vegna þess að við erum búin að minnka stærð skóga og við erum búin að hækka hitastig jarðar og við erum búin að minnka það landsvæði sem dýr hafa til þess að geta lifað og þess vegna erum við komin á þennan stað sem við erum núna og þá rauninni búið að vara við þessu í skýrslu alþjóða loftslagsnefndarinnar eða IPCC árið 2018 að vistfræðingar höfðu sýnt fram á það að það ástand sem við erum komin í heiminu núna hreinlega orðið þannig að við fáum yfir okkur hvern faraldurinn eftir öðrum. Þannig að við verðum að setja loftslagsmálin og umhverfismálin á oddinn og það hægt að skapa störf með því að byggja upp umhverfið. Við þurfum að byggja upp vistkerfin og það þurfum ekki alltaf að vera að byggja einhverja byggingar eða nýtt húsnæði. Við getum líka farið út og endurheimt vistkerfi og planta trjám og tekið upp vistvænan landbúnað þar sem við erum ekki að spúa eitri yfir okkur og landsvæði. Þannig að umhverfismálin og náttúran og að endurgera náttúruna verður að vera á oddinum. Björn, þú skrifaðir ásamt 3000 öðrum fræðimönnum víða heim undir yfirlýsingu sem við fjölluðum hérna við Rauðaborðið fyrir viku síðan umhverfismál, en mesti textinn í yfirlýsingunni var eiginlega það hvað þyrfti að gera til þess að vera raunhæft að við myndum bregðast við umhverfismálum og það snerist það að auka atvinnulýðræði og raunverulega, hvað ég að taka völdin af kapítalistum, ekki kannski öll, en að allavega hálfu leyti að taka völdin af kapítalismunum í
í viðskiptahagkerfinu. Það var ekki nóg að setja lög í lýðræðisvettvanginum, heldur yrði að verða valdabreiting á það sem ofta kallað markaður. Já, gamalt og gott slagorð að þurfa að færa valdið til fólksins og ég held að, eins og þú segir, það nákvæmlega það sem þarf að gera, það þarf að eiginlega taka völdin af kapitalistunum eða kapitalinu, sem að tala bara hreint út. Það þarf að eiginlega binda endi á þetta ofurvald og þessa drottnun eiginlega rökvísi kapitalsins sem að auðvitað það sem að eyðileggja jörðina. Við getum eiginlega, ef við viljum bara hafa þetta mjög skýrt og einfalt, þá það auðvitað hinn botnlausa ásókn í hagvöxt og gróða og meira og meiri neyslu allt það sem að rústa, leggja jörðina í rúst og þessi kreppa hefur auðvitað sýnt það mjög, þessi farsótt og kreppan sem í vændum munu sýna það að kapitalismi sem stjórnarfar ræður ekki við að taka á svona vanda vegna þess að það ekkert í rökvísi kapitalismans sem slíks sem að ræður við svona spurningar. Leið og máli fer að snúast að bjarga mannslífum eða að hlífa jörðinni eða rauninni horfa til langs tíma, horfa eitthvað annað en stundarhagnað. Þetta ekki gróðahugsun bara þannig, hún alltaf til skamms tíma því að auðvitað líftími einstaklingsins nú bara nokkrir áratugir og þannig að það þessi rökvísi sem þarf að taka á sambandi og ég held að þegar við tölum að svona breyta fyrirtækjum þannig að valdið í þeim færist til starfsmannanna þannig að fyrirtækin séu ekki rekin eins og eftir svona einveldis fyrirkomulagi eða fámennis stjórn hinna ríku og þá einhvern veginn þetta allt saman óvíst hvort þetta tekst en hugsunin auðvitað svo að fyrirtæki þar sem að starfsmenn fara með völdin og taka ákvarðanir, greiða atkvæði stórar ákvarðanir ráða og reka stjórnendur með því að þeir eru bara valdir og þá sem sagt vonin svo að önnur rökvísi en rökvísi kapitalsins stjórni þeim fyrirtækjum og þar af leiðandi verði þau meira í anda einhvers konar hugmyndar, miklu víðari hugmyndar líf okkar á þessari jörð sem auðvitað allt annað en Marx lýsti kapitalinu sem blóðsugu og það eitthvað ómennst við kapitalið og það þarf einfaldlega að taka það á sambandi og takast á við það. Þessi kreppa sýnir alveg einstaklega vel hvernig kapitalið algjörlega ráðalaust þegar eiginlega getum við sagt eins og Kristín Vala var svolítið þegar náttúran svarar fyrir sig þá hefur kapitalið ekkert svar við því. Hjalti, hvernig hljómar þetta fyrir þér? Þú hefur skoðað umhverfismál og þú hefur líka skoðað svona lýðræðisleg fyrirtækjarekstur samvinnu fyrirtækjanna slíkt. Er lýðræðisvæðing atvinnulífsins lausnin á umhverfismálum? Það alveg klárlega ein lausn. Það mjög góð hugmynd að lýðræðisvæða fyrirtækin koma þá eignarhaldinu frá bara þeim sem eiga peninga eða kapital yfir til starfsmannanna og það breytir dýnamíkinni hvernig fyrirtækin vinna rosalega mikið en eins og loftslagsmálin eru svo gigantískt vandamál að við erum aldrei að horfa bara á eina lausn, við erum að horfa á margar samþættar lausnir og það þarf einhvern veginn að finna þær saman. Þessi lýðræðisleg fyrirtæki eru mjög klárlega ein af þeim lausnum sem við þurfum að horfa mjög mikið til en vandamáli sem slíkt það sem við stöndum frammi fyrir að minnka á næstu 10 árum útblástur 50% og á næstu 30 árum 90%. Þetta felur í sér svo mikla takmörkun á öllu efnahagslífi að við þurfum að horfa til mjög margra lausna og það alveg augljóst að hagkerfi sem rekið af hagsmunum kapitalsins sem stefnir alltaf að
aukinni neyslu og stækkun hagkerfisins, auknum hagvexti, það getur aldrei lifað það af að við gerum þær breytingar sem þarf að gera til þess að minnka útblástur þetta gigantískt mikið. Þannig að við erum að horfa á það að við þurfum að fara út í degrowth eða hagrýrnun frekar en hagvöxt og í kapítalísku hagkerfi þá myndi það þýða kreppa eða eitthvað svona varanleg kreppa. Þannig að við þurfum að horfa miklu dýpra, við þurfum að horfa langt út fyrir kapítalismann yfir í bæði lýðræðislega rekin fyrirtæki, líka yfir í það að stjórnvöld taki yfir ákveðna hluta af fyrirtækjum og rekstri sem að geta ekki verið sjálfbær eða skilað arði og geta ekki verið rekin kapitalist en hafa mjög líklega eitthvað hlutverk, eitthvað svona grunnþjónustu sem að þarf að viðhalda og þá á kostnað samfélagsins. Þetta allt eitthvað sem við þurfum að hugsa til og finna í rauninni margar lausnir og samþætta þær og helst að gera það lýðræðislega af því að þegar við förum líka ennþá lengra og við þurfum aðeins að fara að hugsa það hvaða neyslu við höfum efni á að framleiða, hvaða neyslu við höfum efni á að flytja milli svæða. Við þurfum aðeins að fara að minnka það hvernig við neytum og lifum. Þá þarf ekki einhverja stofnun upp á toppi til þess að ákveða það fyrir fólk hvað við eigum að framleiða og hvað við eigum að neyta. Við þurfum aðeins að pæla í því niðri í samfélögunum og búa til lýðræðislegan vettvang og stofnanir sem að geta tekist á við það að skipuleggja hagkerfið okkar og neyslun okkar. Af því að við þurfum að fara út úr þessari anarkíu markaðskapitalisma yfir í að skipuleggja framleiðslu og neyslu miklu meira ef við ætlum að ná þeim markmiðum sem við þurfum að ná til þess að koma í veg fyrir loftslagshamfarir. Ólafur, þú ert hagfræðingur í hópnum. Heimspekingur Björn segir við verum að velja á milli kapitalismans eða lífsins og það við getum ekki fengið bæði. Hjalti segir að við þurfum að skera niður útblástur 50% á 10 árum. Getur einkageirinn gert það? Getum við valið kapitalismann og lífið? Einkageirinn getur ekki gert það en opinberi geirinn getur ekki heldur gert það. Það er ómögulegt að bara hugsa það að hið opinbera geti gert þetta eða einkageirinn. Það verður að setja kerfið þannig upp að þetta verði samstiga verkefni. Það er nokkurn veginn ómögulegt að hugsa sem nokkuð annað. Það er margt í þessu. Í fyrsta lagi ekki gleyma einu máli. Kapitalismi er það kerfi í hagkerfi sem hefur skilað mannfólkinu hvað mestum bata í hag þess síðustu 200 ári eða svo. Meðal annars þökk sé kapitalisminum þá höfum við þessi lífsgæði sem við höfum í dag. Það er líka staðreynd að kapitalismin hann er háður því að sé sterkt regluverk í kringum hann. Til dæmis það að kapitalismin hann er beygður á því að sé einkaeign. Og þú ert ekki með einkaeign nema þú sért með sterkt opinbert kerfi sem sér til þess að einkaréttur sé skilgreindur og hún sé framfylgt. Þannig að það er dýnamíka þarna inni sem verður að sætta sig við. Adam Smith talaði að einkageirinn hann vildi ekki hafa opinbera geirann þess að hann þurfti ekki að borga fyrir hann, en hann þurfti samt að opinbera geirann að halda vegna þess að opinbera geirinn sá til þess að kapitalismin gæti verið til staðar. Þannig að það er eitt í þessu. En það er hárrétt það sem Björn var að segja að það er búið að yfirskjóta á mörgum sviðum. Við höfum farið, ef þú ert með hvatakerfið, skiptir ekki máli hvaða kerfið þú ert með, hvort með sósíalisma eða kommunisma eða kapitalisma, skiptir ekki máli. Ef hvatakerfið er þannig sett upp að það er ekki verið að taka tillit til allra ytri þáttana þegar einhver ákvörðun er tekin, það mun að lokum eitthvað klikka.
Og þetta hefur klikkað í dag með sem dæmi útblástur og eyðingu auðlinda og slíkt. Og það sem vantar inn í þetta að það verður að gefa kapitalisma kerfinu möguleika á því að vinna úr þeim upplýsingum sem eru til dæmis í því fólgnar að vera með kolefnisverð eða carbon price til þess að sem dæmi, og Hjaltinn myndist á það, eigum við að vera að flytja matvæli langt á milli landa. Það fyrir eftir í hversu í rauninni, skulum við segja, rétt verðið fyrir slíkan flutning. Og vandamálið að stórum hluta það að ytri áhrifin ekki tekin til greina. Nei, það eitt í þessu. Og þetta er mjög algengt. Við erum með kvótakerfi til þess að stoppa það að allur fiskurinn sé veiddur í einum vettvangi, og við erum með umferðarljós til þess að stoppa fólk frá því að nota auðlindina sem gattamót eru í of miklum mæli. Og það er stýring á þessu. Það líka annað með, hvatinn, það rétt. Lýðræðisleg fyrirtæki eru ljómandi góð, þau virka mjög vel, mörg hver, og það ekkert að þeim. En þau eru alveg örugglega ekki nóg til þess að bregðast við vandanum í heild, vegna þess að í mörgum tilfellum, ef við erum ekki með sem dæmi einhvers konar kolefnisverð eða slíkt, þá hvatinn hjá starfsmönnum í mörgum tilfellum svipaður eins og hjá stjórnendum. Ef starfsmenn standa frammi fyrir því að fórna hluta af umhverfinu í staðinn fyrir það kannski að reyna að halda vinnunni, þá skammtíma hvatinn fyrir viðkomandi starfsmenn að augljóslega sá að þá að fórna umhverfinu á einhvern hátt. Og þessi fórn getur sem dæmi verið í því fólgin að taka ekki tillit til þeirra neikvæðu áhrifa sem útblástur hefur. Þannig að það sem ég skil mjög vel að fólk hafi ekki trú á því að einkageirinn geti leyst þetta. Og ég alveg sammála því, einkageirinn getur ekki leyst þetta, en opinberi geirinn getur ekki heldur. Þessi tveir geirar verða að vinna saman í því að reyna að ná þessu fram. Og hlutverkið sem opinberi geirinn og á að uppfylla að hann á að marka stefnuna og reyna að koma í veg fyrir það að markaðsbrestir á borð við útblástur sem ekki greitt fyrir eigi sér stað. Þannig að ef opinberi geirinn stígur fram og segir við ætlum að leiðrétta þennan markaðsbrest, þá mun rekin kapitalismi eða bara kerfið á bakvið hann bregðast við í samræmi við það. Oddný, það Hjaltinn, Hjaltinn Björnsson. Nei, já, ok. Oddný, þú mátt líka alveg koma Nei. Það allt í kapitalismin komin hérna, dómstóll yfir kapitalismanum, þannig að ég ætlaði bara að bjóða Oddný að greiða upp úrskurðinn. Að Hjalti og Björn vilja leiða beljuna fyrir húsvegg og skjótana, en Ólafur segir að hún hafi skaffað okkur svo vel, þótt hún hafi eyðilagt jörðina í leiðinni, að við verðum að halda inn á lífi. Hvað er að gera við kapitalismann? Já, ég myndi frekar velja skjóta hann, frekar, en bara þakka honum fyrir, bara eins og, þú veist, í hrútaskráni þá sagt svona gamla góða graða hrúta fullnýttur. Þannig að bara kapitalismin full nýttur, en Humphrey Bogart segir þetta líka í bíómyndunum sínum, hann segir svona sorry sweetie, but I have to kill you. Já, það akkurat svona. En ég já, það svo margt sem einhvern veginn maður vildi koma inn á, en ég fór aðeins að hugsa hjá Ólafi að tala sem sagt annars vegar kapitalisman eða hið opinbera. Og þetta orðalega að taka kapitalismuna sambandi það sem ég skildi Björn væri að láta ekki rökvísi kapitalismans leið okkur. Það að segja að kapitalismin hefur verið fyrir okkur ekki bara eitthvað kerfi, markaðskerfi, heldur líka bara eins og okkar lögmál. Þannig að núna einhver tími þar sem annars vegar við þurfum að greina á milli, eins og Ólafur segir, það þarf að skipta á milli, það ekki annað, ég held það sé rétt og við verðum að vinna með kapitalismanum, allavega í dauða teyjunum, við verðum að vinna með honum og hinu opinbera, en það vantar þarna þriðja held ég,
það lýðræði sem sagt, það við, það vantar hann algjörlega vettvang okkar sem sagt sem ekki bara neytendur, af því það búið að gera okkur bara, við hefum samþykkt að láta að gera okkur bara neytendum, við þurfum að verða borgarar, sem sagt virkir borgarar og lýðræðisvæðing fyrirtækja mjög jákvæð en maður hefur svona tilfinningunni ef við hugsum aftur til kreppuna sem var hérna fyrir 12 árum, þá var sjálfbærni slagorðið og hugsjónin, maður bara fagnaði því mjög og það var að taka þessa heildarhugsjónin í máli. Síðan voru fyrirtækin og kapitalismin var mjög fljótur að gera þetta slagorða sínu og það var náttúrulega búið að draga úr því tennurnar mjög fljótlega sko, þegar álverin voru talað sjálfbæra vinnufundi og sjálfbærni og sjálfbært allt og það hugsa ég lýðræði endi nú líka fljótt þannig sko. Olíufélögin öll orðin umhverfisverndar fyrirtæki. Já, þannig að það þarf miklu rót, það þarf virkilega sko, sem sagt, ég held að sé ekki annarkvort við verðum að vera með kapitalismann og þetta hérna opinbera og síðan verðum við bara að búa til þennan þriðja virkja hann eins og vorum að tala síðasta spjalli hérna, alveg, ég held sko frá því frönsku byltingunni taka upp þráðin þar búa til þennan vettvang og skjóta, þannig að það verði virkilega dýnamík þarna á milli. Kristín? Já, gjörðu vel, Kristín. Já, og ég náttúrulega jarðfræðingur og þegar ég flutti til Íslands eftir 30 ára dvöl erlendis árið 2008 þá gerði ég mig grein fyrir því ég þurfti að reyna að skilja hvað í rauninni hafi átt sér stað hérna á Íslandi. Og líka kannski minna leyti út í heimi og ég kom að þeirri skoðun að það þurfi að endurmennta hagfræðinga og jarðfræðinga líka, ég læra enga hagfræði og þeir læra enga jarðfræði þannig að ég veit allt hvernig auðlindir myndast og allt umhverfismál en þeir halda þeir séu svona vísindamenn en þeir geta samt aldrei fyrir séð neinar bólur. Þannig og hagkerfið manngert, þannig að við getum breytt því. Það líka endurmennta viðskiptafræðinga. Þeir ekki bara vera að fela gróða, heldur þeir að þjóna samfélaginu. Þannig að menntakerfið þarf að taka í gegn. Eins og eru það 6 eða 8 einstaklingar sem jafn mikinn auð og helmingurinn af fátækari jarðarbúum. Þannig að meira en 3,8 milljarðar eiga minna heldur en 6 eða 8 einstaklingar. Þannig að þetta frjálshyggju hagkerfi sem manngert og var sett á stofn af 36 köllum inn í einhverju reykfylltu hótelherbyggi í Sviss í Montpellerin árið 1947 og síðan var bústað með því að maður okkur sem Powell skrifaði greinargerð fyrir viðskiptaráð Bandaríkjanna það hvernig þetta taka yfir hagfræðimentum og viðskiptamentum í Bandaríkjunum og skrifa allar bækur til þess að halda þessu markaðshyggjukerfi áfram. Það ennþá verið að kenna þessar bækur. Það eru ennþá til sölu í bóksæti stúdenta. Ég fer og skoða það reglulega. Þannig að við erum að kenna þessa vitleysu í viðskiptafræði og í hagfræði og það þetta fólk sem hefur síðan rödd í þjóðfélaginu til þess að segja hvað við eigum að gera næst. Þessu þarf að breyta. Og það fyrir þetta þurfum við bara miklu breiðari menntun fyrir alla til þess að fólk verði virkir borgarar og taki virkan þátt í lýðræðinu og láti ekki svona vitleysu yfir sig ganga eins og núna nýlega með kvótakerfið að 4 börn erfi milljarða af sem eru tilkomnir af kvótagróða af því að veiða fiskinn okkar. Þannig að hvaða rugl þetta? Kristín, já. Já, má ég stökkva inn í. Takk fyrir Árni að ég myndi að nefna þetta með rökvísina. Ég náttúrulega
Gunnar, þú gerir mér pínu óleik með að stilla þessu upp sem svona einhverjum valkosti milli tveggja kosta kapitalismann eða lífið. Það hljómar náttúrulega eins og eitthvað úr kúrugamynd, en hérna ég auðvitað ekki að segja að þegar leggja kapitalismann af eða það sé hægt fyrstalega vegna þess að það naumur tími til stefnu, þannig að það verður að vinna með honum. En ég alveg sammála að þetta snýst rökvísi, og hvað rökvísi? Rökvísi manngerð, vonandi. Það reyndar innbyggt í kapitalismann eiginlega að segja okkur að rökvísi kapitalismans, hún einhvern veginn, hún væntanlega frá einhverjum guði, því að hún einhvern veginn óbreytanleg og við getum ekkert gert. Hún verður bara að vera eins og hún og síðan verður við þá að semja okkur einhvern veginn að henni með því að vera með einhvern opinberan geira sem bremsar þetta af, og við sjáum strax að þetta allt saman á einhverjum verulegum villigötum. Villigötunar einmitt það eins og Kristín Val að tala um og því öll að það sem skiptir máli, það eru einstaklingarnir. Þessi einstaklingar á hold og blóði sem á bakvið að taka ákvarðanirnar. Við vitum að mörg dæmi þegar við hugsum út í það, stjórnendur í viðskiptahagkerfinu, sem það ekki okkur næst maður atvinnulífinu, sem að eiginlega neyðast til að reka fólk. Þá langar ekkert að reka fólk, reka 300 manns og loka fiskvinnslunni eitthvað slíkt. Þeir verða bara að gera, þeir eru eins og tæki í höndum þessara rökvísi. Og vissuleyti það rétt, en öllu þessu hægt að breyta. Og það snýst einmitt að mennta fólk og að fá okkur til að hugsa öðruvísi. Og í því þarf þetta það þarf alltaf að koma eitthvað vald einhvers staðar að, þá væntanlega frá einhverju sem heitir menntakerfi, við erum vald einhvers konar á ofan. En sjáum nú bara hvað verið að gerast á síðustu vikum og mánuðum. Það hægt að breyta þessu þjóðfélagi, bara með því eins og maður sagði, eins og hundi sé veifað. Það hægt að segja okkur, hægt að breyta lífsháttum okkar með yngri fyrirhöfn. Og það hægt að breyta hugafæri okkar með yngri fyrirhöfn. Það hægt að breyta því hvernig við umgöngumst hvert annað með yngri fyrirhöfn. Og þar af leiðandi getum við mjög augljóslega breytt lífsháttum okkar. Og það það mikilvægasta í þessu öllu saman. Við hljótum þá að geta breytt kapitalismanum innanfrá, þannig að hann verði minna skaðlegur. Og ég held einmitt að kannski partur af sem lýðræðisleg fyrirtæki, hvort að þau séu einhvers konar vonarglæta í því hvernig ég haga fyrirtækjarekstri, og rétt hjá Ólafi að það svona hvatar sem koma til, þá segi ég bara, því ég náttúrulega heimspekingur, ég má vera draumóramaður, það sé ég vinn við, það bara það að tala eins og hlutinni geti verið eins og þeir eiga að vera, þá segi ég já, nei, Ólaf, þú misskilur þetta. Starfsmennir í þessu fyrirtæki, þetta svo vel hugsandi fólk og það svo vel inn í heimsmálunum og þetta fólk sem hefur upplifað COVID og það veit hver Greta Thunberg og veit hvað hún að segja okkur, að þetta fólk hugsa út fyrir fyrirtæki. Það hugsa eitthvað víðari, aðeins víðar og aðeins lengra heldur en bara akkurat sinn stundarhag. Og ég held að reyndin náttúrulega svo að almenningur í víðast hvar í heiminum bara mjög góður í því. Hjalti, ég finnst með þér vera að reyna að opna augu fólks fyrir hversu váin mikil og hvað við höfum skamman tíma til að bregðast við. Og maður skynjar oft á þér að þú svona óþolinmæði í þér vegna þess að fólk á svo erfitt með að skilja þetta, hvað þetta raunverulega nálægt og hvað þetta mikil hætta. Núna þegar við erum að ræða þetta, þá svona bætt ofan á það að við þurfum líka að útskýra fyrir fólki að samfélagi sem ólst upp í kapitalismin, að við verðum líka að losa okkur við hann. Hvernig ætlar að fara þessu? Að samfæra fólk bæði eina rosalegu vá sem framundan og hvað við höfum skamman tíma og að aðgerðir okkar þurfa að vera svona róttakar. Þetta erfitt, en það að vissu leyti gott við þessa COVID-kreppu að þennan faraldur að við gengum inn í það og við sáum fram á rosalega slæmar afleiðingar ef við myndum ekki bregðast mjög hratt við og það var gert út allan heim, það var brugðist við mjög hratt og að miklum krafti hafði miklar efnahagslegar afleiðingar og að leiða okkur út í mjög djúpa kreppu og loftslagsbreytingar alveg eins. Þetta bara neyðarástand sem búið að vera ríkjandi lengi en það hefur enginn vilja bregðast við því að afleiðingarnar svo langt inn í framtíðinni. En afleiðingarnar af því að fara núna bara aftur í sama far og halda áfram á sömu braut,
þær eru líklega á bilinu 4 til 6 gráður í hækkun á meðalhita á jörðinni, sem þýðir engin Amazon frumskógur, það þýðir þurrkar, eyðimerkur, stórfljót þotna upp, það þýðir hamfarir á skala sem að mjög fáir eru að átta sig nokkurn veginn á. Og við erum komin í rosalega slæma stöðu af því að núna þurfum við að bregðast við svo gífurlega hratt. Ef við hefðum brugðist við fyrir 30 árum og byrjað að vinna þessu mjög markvisst, þá værum við á allt öðrum stað í dag. En við erum búin að vera að hækka útblástur nánast stöðugt frá því að við vissum að þetta væri að gerast. Það hefur einu sinni gerst að útblástur hefur lækkað. Það var árið 2008 í miðri heimskreppu. Og kreppan hafði þau áhrif að efnahagslífið dróst saman og útblástur fór niður. Það gæti gerst aftur núna. Það mjög líklegt að við sjáum samdrátt núna. En hvort við ætlum að gera eins og 2009, að skjótast upp aftur og halda áfram að auka við útblástur, eða hvort við ætlum að halda áfram að draga okkur saman, það spurningin sem við þurfum að takast á við. Við höfum 10 ár til að minnka útblástur 50%. Þetta svo gigantískt. Við þurfum að minnka útblástur 3 til 5% á ári. Og það hefur aldrei gerst nema 2008 að við höfum minnkað útblástur. Og við ættum að taka meðvitað ákvörðun núna til dæmis að fara ekki aftur að fljúga á fullu til útlanda. Það þýðir að fyrirtæki eins og flugleiðir fara á hausinn og þá ætti ríkið að taka það yfir og halda áfram að reka einhver ákveðna grunnþjónustu og flutninga sem eru algjörlega nauðsynlegir. En við ættum ekkert að fara aftur í það að ferðast til útlanda fyrir ári, því að ef að við ætlum að takast á við loftslagsbreytingar á þann hátt að það verði á einhvern hátt lífvænlegt á þessari plánetu þegar að börnin okkar eru að verða gömul, þá erum við ekkert að fara að reka flugfélög ekki lengur. Það er bara döðar. Það var slökkt á hagkerfinu núna frammi fyrir ógninni af COVID sem að í febrúar og mars leitu einhvern þannig út að ég geti smitast, það er eiginlega hvað sem er. Það tækir mig kannski svona 14 daga að ganga með veikina, þá myndi ég veikjast eftir svona 6-7 daga, þá geti við erfiðleikum með andardrátt. Ég geti verið komin í öndunarvél eftir 3 daga og þeir sem fóru í öndunarvél, það var bara kannski helmingur af þeim sem slapp í gegn. Þetta var ógnin sem að fólk sætti sig við að loka hagkerfunum, en ógnin gagnvart loftslags vánni, áríðanleikin er ekki þessi, svo sami, allavega henni verið ekki teiknast þannig upp í opinberri umræðu þannig að fólk slökkvi á vélinni út af því. Nei, því miður. En er ekki akkurat það sem til dæmis hagfræðingur og fleiri þyrftu að teikna þetta bara upp? Það er opaslega erfitt að hlusta á svona tölur og prófa, alltaf þegar fara að tala um loftslagsvandamál og umhverfismál, þá er alltaf byrjað á tölum. 300 milljónir, skriljónir og biljónir. Ég er til dæmis með hálfgerða talnablindu eða bara, þetta var umræðan umhverfismál er oft svolítið erfið. Hún er mjög sérhæfð og svo koma svona eins og bara mjög miklir umhverfisverndarsinnar og hún fer út í svona öfgar strax. En núna er svona, það tók okkur Björn sagði að það hefði verið bara eins og auðvelt að ala okkur upp gagnvart faraldrinum, en það tók okkur samt held ég svolítinn tíma, það þurfti að mata það ofan í okkur að þetta væri líka spurning að passa aðra, ekki bara okkur, hvort að við myndum veikjast, heldur að þetta er svona lógík, að við getum þá sem sagt smitað aðra, einhverju geti og við getum óvitandi smitað einhvern sem væri í áhættuhópi. Það þurftu allir að fara í gegnum alveg heilmikið ferli að fatta þetta. Og þess vegna heldur bara núna, við þurfum bara, það sem þú varst að segja Hlynur, það þarf, hvað gerist ef við kjósum, ef við köllum bara umhverfismál faraldsfræði, bara þetta verður bara hinn nýju faraldar, ef við gerum þetta áfram, þá verða bara svo margir faraldrar að við bara drepumst. Þannig ef við setjum það bara í það samhengi og hugsum það bara út frá, ef við viljum ekki fá, ef við viljum hafa hreint vatn og til dæmis bara viljum hafa land til að geta haft 2 metra á milli okkar, hvað þurfum við þá að gera og hugsa aðgerðarnar út frá því? Já, má ég segja ég vil bara koma því inn að til þess að takast á við þetta þá þarf meira til en eins og Ólafur sagði bara að hið opinbera setji regluverk á kapitalismann eða einkageirann og ástæðan fyrir því er
einmitt þessi að ef við ætluðum að takast á við þetta af einhverja alvöru, þá til dæmis með að setja verð á kolefni, einhvern skatt, þá erum við að tala um það að það þarf að setja svo stífan skatt og progressíft meira og meiri, þangað til að stórir geirar af atvinnulífinu fara á hausinn og það getur engin stjórnvöld sett skatt sem að markvisst kæfir niður efnahagslífið. Þú ert að sjá fram á massíft atvinnuleysi og við þurfum að finna lausnir það sem að við erum að minnka hagkerfið markvisst án þess að það komi niður á öllum. Þannig að það þarf einhvers konar sameiginlegt átak þar sem að við erum í rauninni að stýra okkur í rétt átt og það getur verið að við tökum þetta sjónarhorn að þetta sé bara einhvers konar faraldsfræði sem við erum að fara út í. Ok, þá skulum við tala núna bara þessum eftir þáttarins. Ég ætla aðeins að fá að skjóta inn í eitt. Þýskaland mun byrja með umhverfisskatt á næsta ári. Þú þarft að borga 25 evrur fyrir tonn af hverju af kolefni sem þú blæst út frá og með næsta ári. Það á að hækka upp í 40 evrur fyrir 2030. New York borg mun byrja að rukka illa hönnuð og orkufrek hús frá og með 2025. Það fullt af einkageira fyrirtækjum sem eru að þrýsta á stjórnvöld að setja mjög strangar umhverfisreglur til þess að einmitt að koma í veg fyrir hamfarirnar sem Hjalti og Björn voru að benda hérna á. Og ástæðan fyrir meðal annars einmitt að einkageirinn vill ekki sjá þessar hamfarir sem eru í gangi núna og það er augljóst. Í öðru lagi sem dæmi, fjármálageirinn er líklega hvað fremstur í því að þrýsta á það núna, bankar, tryggingafyrirtæki og slíkt, að fá það í gegn að það verði sett takmörk það að koma í veg fyrir hækkun á sjávarmáli til þess að koma í veg fyrir flóð og slíkt í borgum. En þess að hvað eru borgir annað heldur en hagkerfið sjálft og hvað eru hús annað heldur en veð í viðskiptum sem bankar eru að veita. Og tryggingafélög eru í því að tryggja slíkar eignir. Samaskapi þegar kemur að veðurmódelum og slíkt. Tryggingafyrirtæki heimsins eru að reyna að svona sitt besta að skilja hvað að fara að gerast með hamfarirnar og það eina sem allir eru sammála í geiranum að því meira sem brugðist við núna, því betra það, vegna þess að þá komið í veg fyrir hamfarirnar sem við erum að tala og því minni verður skaðinn fyrir einkageirann. Þannig að einkageirinn er að þrýsta á stjórnvöld að taka til hendinni. Og New York er dæmi það, Þýskaland er annar. Þýskaland ætlar að hætta kolefnis orkuframleiðslu með kolum fyrir 2035. Þeir upprunalega ætluðu að gera það fyrir 2038, en þeir færðu það fram til 2035. Það er fullt af fyrirtækjum úti, eins og til dæmis olíufyrirtækjum sem vil ekki sjá þetta. Og það er fullt af fyrirtækjum sem eru í einhvers konar greenwashing, eins og það er kallað. En það er fullt af fyrirtækjum úti sem eru virkilega í því að reyna að koma þessu í gegn. Þannig að ekki setja einkageirann undir einn hatt. Það verður að gera einhvers konar svona Það alveg rétt. Ekki vera of miklar alhæfingar. Má ég aðeins segja? Og einmitt líka, og eitt í sambandi við hagfræðina, post-Keynesian hagfræðingar áttuðu sig á þessu upp úr 1980. 1972 kemur Limits to Growth, eða 74 kemur út, Limits to Growth, 72. Já. Upp úr 1980 byrja post-Keynesian hagfræðingar að skoða þetta alvarlega. Og Kate Raworth líklega hvað fremst í því í dag og hún svo hagfræðingum sem hefur verið að reynt að skilja, að fá fólk til að skilja. Það er ákveðin lágmark sem hún vilt að hagkerfið, hvernig sem hún skipulögur það. Þú verður að fá fólk til þess að skipuleggja hagkerfið þannig að það bæti hag fólks en það má ekki fara og skjóta upp fyrir þau takmörk sem umhverfið setur í. Akkurat og sem betur fer er verið að hlusta á Kate Raworth núna og til dæmis Amsterdam búið að taka hennar hagfræðimódel fyrir framtíð Amsterdam. Costa Rica að byrja á því sama og vonandi verða fleiri
fleiri ríki sem að fara að hugsa á sama máta. En ég vil bara minna það, við þurfum öll að vinna saman. Það ekki nóg að sé bara stjórnvöld sem setja einhvern kolefnisskatt eða einhvers konar skatta. Það ekki nóg að fyrirtækin, það fullt af fyrirtækin sem að gera sig grein fyrir hvað að vera og að sýna samfélagslega og umhverfisábyrgð og vilja að stjórnvöld geri það líka. En það eru við sem einstaklingar sem þurfum líka að taka þátt. Á Íslandi erum við með hæsta vistspor í heimi. Ef allir á jörðinni myndi búa eins og við og neyta eins og við, þyrftum við 14 jarðir. Við erum hærri heldur en Sádi-Arabía og Bandaríkin og Ástralía sem að brenna kol aðallega fyrir orkuframleiðslu. Þannig, og þetta vistspor okkar kemur út af neyslu. Við erum alltaf að eiga allt sem nýtt. Við flytjum inn í eitthvað hús, rífum allt út, setjum við nýja eldhúshreinlyftingu, ný baðherbergi, Kristín Vala, þetta á ekki við neyslan sem þarf að minnka. Kristín Vala, þetta á ekki við láglaunafólk eða öryrkja sem eigi efna á þessari neyslu. Þannig þessi krafa að við erum með stærsta vistsporið, það á ekki alveg við þegar við horfum á samfélagi út frá svona stéttarlegu sjónarmiðum. Nei, en við þá hin sem erum ekki öryggir og ekki á lægstu launum, ekkert okkar það. Ég atvinnulaus. Já, ok, kannski þú. Ég á ríkispennanum eins og fleiri í þessu viðtali. Oddný rithöfundur. Hjalti leikskólakennari. Þetta ekki eins og þetta sé eitthvað aðall sem við sitjum við rauðaborðið. Borgari þarf líka að taka þátt í þessu og leiða til þess að það verði meiri jöfnuður í samfélaginu. Það það sem við þurfum að vinna að. Mér langar að pröfa að því ég tengdi saman kreppuna og umhverfismálin í upphafi. Má ég og það oft þegar að ræða umhverfismálin, þá snýst umræðan svolítið það að fólk að reyna að samfæra hvort annað að átta sig á váinni sem við stöndum frammi fyrir. Og það fer kannski minna svona bara praktísk atriði, hvað ættum að vera að gera. Má ég byrja á þér, Björn, og spyrja hvað ættum við núna frammi fyrir kreppunni sem við stöndum frammi fyrir? Hvað ættum við að gera? Þú getur bara nefnt svona atriði sem að stjórnvöld getur gert, fyrirtæki getur gert, almenningur getur gert, eitthvað sem þannig að umhverfismálin verði að einhverju svona sem við erum að vinna raunverulega að, ekki að tala heldur vinna að. Hvað það sem við ættum að gera? Já, ég veit ekki alveg hversu svona konkrétt ég get verið, en ég bara vísi það sem Kristín Vala akkurat byrjaði að segja fyrst í þættinum að það blasir við að það sem þarf að gera, það ef við svo litið að endurheimta líffræðilega fjölbreytni á jörðinni. Og þetta nokkuð sem hefur verið bent á lengi innan umhverfisheimspekinnar og umhverfisfræðanna, að eiginlega má rekja gríðarlega stóran hluta af vanda okkar til þess að það búið að náttúrulega ryðja skóga, það búið að brjóta land til ræktunar, það búið að einfalda vistkerfin, þannig að þau eru öll sérhæfð. Og þarna aftur fyrir ekki rökvísi kapitalismans að verki. Þú sér land, þú veist hvernig hægt að græða mestan pening á því, þá það með því að ryðja það sem fyrir og rækta eitthvað eitt. Og þetta hafa bara rannsóknir sýnt að þetta stórhættulegt vegna þess að þetta á svo snaran þátt í því að þessar farsóttir, sem þeir eru þá eiginlegar eða aðrar katastrófur eins og flóðbylgjur eða óveður og allt þessi fylgir loftslagsbreytingunum, allt þetta versnar þegar líffræðileg fjölbreytni minnkar og þegar jarðvegurinn eiginlega hann líka hverfur, blæs upp og þannig að svarið, stuttasvarið en flóknasvarið sem auðvitað heilmikil útfærsla og ég ætla ekki að svara því hvernig við Íslendingar sérstaklega útfæra það. Það að endurheimta líffræðilega fjölbreytni, það að hverfa aftur svolítið til jarðarinnar. Og þetta útheimti þá bara, hvort sem okkur líkar betur að öðruvísi lífshætti, sem að kalla meðal annars á það að við bara borðum meira lokalt, borðum mat úr nærumhverfinu eftir sem kostur kannski verður ekkert hægt að búa hér á Íslandi. Við höfum aldrei vitað hvort þetta hvoru megin á mörkum hins byggilega heims þetta land en
En bara það vill svo til að þessar breytingar sem ég held að þessi lausn kallar á, sem líka lausn við því að vírusar eiga greiðari leið á okkur, að þetta kallar eiginlega á akkurat þessa sjálfbæru og einfaldari lífshætti sem að ég held að sem auðvitað mikil breyting en þarna einfaldlega held ég svarið. Sem til dæmis aukin matvælaframleiðsla á Íslandi. Hjalti, hvað segir það? Talaðu það núna líka út af lokun álversins, þá sér fólk tækifæri í að nýta orkuna betur. Menn með svona pælingar bara stórfellda aukningu í matvælaframleiðslu á Íslandi. Þetta skref í áttina að betra lífi eða þetta eitthvað svona? Við að reyna að framleiða eins mikið af mat og við getum í okkar nærumhverfi, en við framleiðum líka rosalega mikið af mat, fiski og lambakjöti meira en við getum neitt og við getum klárlega að rækta meira grænmeti. En stundum þegar maður að tala að það þurfi að draga svo rosalega úr neyslu og þarf að takmarka svo rosalega hvað við getum ferðast, þá hljómar það stundum eins og að mann sé að tala að við eigum að flytja aftur í torfkofa og vera sjálfum okkur nóg. Við höfum í rauninni ekki möguleika á því einu sinni. Við erum of mörg, við erum of flókin og samháð. Við þurfum að vera áfram hnattrænt samfélag, við þurfum að stunda viðskipti á milli landa eða einhverju leyti, en við þurfum að skipuleggja það miklu betur og draga úr því talsvert mikið og við þurfum að finna kerfi og leiðir til þess að gera það. En það sjálfsögðu, eigum við að rækta eins mikið og við getum og vera eins sjálfbær og við getum að rækta mat í okkar nærumhverfi. Það bara gefur auga leið. Orkuskipti í bílum, það lausn? Sko, þetta stundum sett upp þannig að einkabíllinn sé eitthvað svona óhjákvæmilegt fyrirbæri og við verðum alltaf á einkabíl, við erum bara rafmagnseinkabílum. En við þurfum að setja stór spurningarmerki við svoleiðis hluti. Ég meina, neysla og framleiðsla eins og einkabíll bara gífurlega mengandi löngu áður en hann kemur á götuna. Og það getur verið í tilfelli margra bíla sem að endast kannski 7-10 ár að meiri hlutin af menguninni sem þeir gera þeir í framleiðsluferlinu og flutningunum áður en þeir koma á götuna. Og við ættum miklu frekar að byggja upp öflugar almenningssamgöngur, skipuleggja borgir og samfélög þannig að hlutinni séu nær okkur og einfaldlega bara hægja aðeins á því hvað við erum að fara mikið á milli staða. Af því að einkabíllinn ekki eitthvað sem að gengur upp til lengri tíma, hvort sem hann rafmagnsdrifinn eða ekki. Ólafur, nú hægir á hagkerfinu og það eiginlega bara ríkið og almannasjóðir sem geta ræst þau upp aftur og stundum talað sem það að þá ættum við að ræsa eitthvað upp, búa til atvinnu sem að þjónar þá í samfélagi sem við viljum búa til og meðal annars að búa til svona grænna hagkerfi, svona New Green Deal. Hvað getur þú bent á eitthvað sem að við ættum að vera að hugsa bara núna í dag að fara að einbeita okkur að gera sem laust bæði við umhverfisvánni og kreppunni sem við stöndum fram með? Ég talaði sem dæmi það fyrir nokkur dögum síðan varðandi ferðaþjónustu á Íslandi. Sko var eitt varðandi flugfar, varðandi útblástur hjá flugvélum. Slíkt, það ekki nema 2% af útblæstri, eða 2-3% af heildarútblæstri kolefnis í heiminum. Hlutfallið aftur á móti sem dæmi þegar kemur að útblæstri kolefnis í Evrópu, Ísland ekki meðtalið, 40% af útblæstrinum vegna húsnæðisgeirans, sem dæmi. Þannig að flug og slíkt og samgöngur á milli landa, það ekki stóri hlutin sem mun velta hlassunum. En munar ekki á Íslandi og Evrópu þar að við erum búin með orkuskiptin í húsnæðinu með hitavitum? Algjörlega. Og í Íslandi sem dæmi, sko Ísland á að hiklaust að reyna að grípa tækifærið sem einmitt Björn var að tala varðandi það að bæta og Kristín varðandi það að bæta fjölbreytileika lífkerfisins og hagkerfisins líka.
til dæmis með skógrækt. Og skógrækt sem dæmi samþykktur miðill í því að minnka kolefni í andrúmsloftinu, það er carbon sink. Og það fullt af landi á Íslandi sem ætti að breyta í skógrækt og það hægt að ná það bil kannski 15 til 20 tonnum á hvern hektara í bindingu af kolefni á Íslandi, svona undir eðlilegum kringumstæðum undir kannski 300 metrum yfir sjávarmáli eða svo. Og þetta síðan hægt að binda saman við matvælaframleiðslu sem byggð á því að beita skóglendið, sem þá líka hægt að reyni auka þá staðhagkerfið með því að leyfa bændum löglega að slátra sínum gripum sem þeir gera í dag hvort eð en það ólöglegt. En síðan á sama tíma þá hægt að byggja upp veitingahúsarekstur og slíkt og hótelrekstur sem notar matinn frá bændunum sem ræktaður í skóginum og síðan fullt af ferðaþjónustu tækifærum í því bundin sem dæmi að breyta slíkum skógum í útivistarsvæði og ferðamenn í mörgum tilfellum væru tilbúnir til þess að greiða fyrir þá upplifun að kolefnisjafna sitt eigið flug, jafnvel þótt það sé ekki mjög kannski kolefnis útblástrandi eða sem sagt, útblásturinn sé ekki mikill. Það fullt af ferðamenn sem væru til í að kolefnisjafna það með því að planta í viðkomandi skóg. Og þarna hægt að búa til hringkerfi. Þetta hagkerfi sem er í rauninni að ná fram öllu því sem við viljum ná fram í dag. Það aukinn líffjölbreytileiki, það karbonsjóður eða karbon sink eða vaskur eins og það kallaði í rauninni á ensku og það aukinn atvinna og minni kolefnisfótspor á framleiðslu á matvælum og nauðsynjum í grenndinni. Og að lokum þá hægt að nota skóginn til þess að til dæmis höggva hann í einhvers konar viðarframleiðslu eða slíkt. Þannig að við missum útsýnið, Ólafur, við missum útsýnið. Það nú kostur við að sér maður endalaust að þeir ekki skógar á Íslandi, sko. Það ekki bæði sleppt að haldið. Nei. Og það líka í skógræktinni að þá kemur fólk sem vill vernda lyngið og mosann sko, sem gróðurfar á hrörnunar við dauðategurnar, vill vernda það og neitar því að það sé ræktað skógar, þannig að við munum líklega deilum þetta líka. Skógar landsins voru 20-25% af landinu við landnám. Oddný Eir, eitthvað sem við getum gert núna, rækta meiri mat? Já, og lífrænan. Ég skil ekki akkur, það alltaf sagt að því að við erum næstuð með lífrænan mat hérna á lambakjötið og það alveg svo sem rétt, það nú næstuð lífrænt og svoleiðis. Ekki alveg. En það ekki alveg og mér finnst svolítið merkilegt að fara til Evrópu og geta farið í heilu súpermarkaðina sem með öllum lífrænum vörum og hérna þar ef maður finnur eitthvað lífrænt þá það sko yfirleitt innflutt. Þannig ég myndi vilja taka bara róttæk stökk núna í að sem sagt, matvælaframleiðslu og hafa það líka lífrænt sem sagt og eða vistvænt sem sé, allavega lífrænt og vistvænt. Og svo myndi ég vilja sjá sem sagt, þessar hringrásir, þessar heildarhugsun, maður bara vonaði núna, af því að fyrst við náðum ekki alveg hvað sjálfbærnin það nú svona heildarhugsun. Við verðumst ekki að alveg náði þarna síðast og núna verðum við þannig ég myndi vilja búa til sko svona litlar bara trúi virkilega á bæklingana eða flugritin og auðvitað tæknina á Facebook og svona lítil þar sem við dreymum tækið þar sem sko maður sér þetta fótspor sitt bara að maður fá upplýsing og við bara skiljum þetta betur, þessar hringrásir. Við erum svo langt í frá að skilja hvað það hefur og við getum ekki alveg treyst fyrirtækjunum einum. Ég alveg sammála Ólafi, fyrirtækin eru sums staðar sko víðast hvar í fararbroddi að gera róttækabrætingar en við getum ekki alveg treyst þeim af því við veitum ekki hvort þetta einhver bóla, við getum ekki alveg treyst heilsu kaflanum í fréttablaðinu því við veitum hann kostaður vítamínin. Þannig að við erum svolítið sko og hvaðan koma upplýsingarnar það auðvitað menntakerfið eins og Kristín var að tala og síðan bara upplýsingarnar, rannsóknarblaðamennskan og bara dæla upp núna bara fullt af litlum myndum sem eru með
hringrásum og ef við gerum þetta, og valkostum, ef við gerum þetta þá þetta og ef Icelandair fer á hausinn þá gerist þetta og þetta og þetta og bara, já, gerast öll svolítið litlir hagfræðingar og hérna... En Árni, hver á að gera þetta? Ég horfa á fréttirnar í Ríkisútvarpinu kvöld eftir kvöld og ég sé aldrei innan fréttir hvað gerist ef Icelandair fer á hausinn. Nei, Það er bara einhver fyrirverandi forstjóri er alltaf með bindi í kastljósi að tala að ríki verða að berga þessu. Ég sé aldrei þessa fréttaskýringu. Nei, ég sé það hvergi heldur. Ég bara segja að við verðum að gera það við bara, einhvern veginn. Við verðum bara heimspekingar og hagfræðingar og rannsóknarblaðamenn og allir. Þetta bara held ég að því opaslega róttækt og fara svo bara í banna plastnotkun, setja skatt á það allt og hafa bara lífrænt og alls konar bara. Ég aðeins að koma inn á þetta með upplýsingarnar. Sko, við sem neytendur þurfum ekki að vita allt og við getum það ekki. Og það sem gildir líka þá sem eru að skipuleggja hagkerfi. Og besta í þessu er að reyna að koma þeim upplýsingum til skila hversu mikil mengun eða útblástur á bakvið framleiðslu á einhverju vöru með því að setja kolefnisgjald við framleiðsluna. Og það er það sem það mikilvægast. Ef þið ímyndu ykkur hvernig þetta myndi virka. Ef þið með kolefnisgjald, segjum 100 eurur á tonn af kolefni. Og það kostar 100 eurur, það kostar tonn að framleiða einhverja vöru. Og í kolefnisútblástri ef þið eru nota olíu. Þið getur líka að setja fram að haft það þannig að þið eru að fara ykkur á milli staða, með einkabíl eða ekki. Og ef þið síðan hafið þann kostinn, eða þið getur notað græna orku sem ekki með neitt útblástur, þá er augljóst mál að slík orka er ódýrari. Og þegar slík orka er ódýrari, þá er meiri eftirspurn eftir henni miðað við staðkvæmdarvöruna sem dýr og skítug orka væri. Og þegar eftirspurnin til staðar og henni er breytt í samræmi við þær upplýsingar sem innifaldnar í verðinu á vörunni, þá mun meira af slíkru vöru vera fram. En hver breytir því? Hver fylgir því eftir? Þetta er markaðsbrestur. Og markaðsbrestur er alltaf á einn eða annan hátt leiðréttur af stjórnvöldum. En hann er ekki framkvæmdur á markaðinum sjálfum af stjórnvöldum. Það er einkageiri sem gerir það. Opinberi geirin verður að stíga fram, setja regluna einhvers konar kolefnisgjald. Kolefnisgjaldið er tekið til greina við framleiðsluna á vörunni. Það mun síðan leiða yfir í verðið á vörunni og varan mun missa samkeppnishæfni með við aðrar vörur sem kostar ekki. En þá ertu afturstamt að tala við séum bara. Þú segir við þurfum ekki að fá þessar upplýsingar, við erum þá bara þessi neytendur og við kjósum með buttunni. Upplýsingarnar eru innifaldnar í verðinu á vörunni. Ef að stjórnvöld koma því svo fyrir. Þegar það er búið að taka ytri áhrifin til greina. Þetta er markaðsbrestur. Ég vil að allar vörur séu merktar með kolefnisspori. Þá bara vitum við það. Já, það væri mjög gott. Og það er ekkert mál, þetta er alveg hægt. Ekki spurning. Það hefur verið sýnt fram á það á mörgum stöðum að þetta er hægt. Ef við vitum hvað kolefnissporið þá kaupum við náttúrulega frekar það sem er lokalt. Ef að það er framleitt sérstaklega lífrænt, því þá verður kolefnissporið miklu minna. Þannig að þá hjálpum við fólki til þess að velja það sem er umhverfisvænast og hefur minnst áhrif á náttúruna og umhverfið. Og þannig getum við líka styrkt lokal samfélög og lokal framleiðendur og orðið til þess að við byggjum upp samfélag með samkennd sem eru lítið lokal hagkerfi. Það er þetta sem öll ríki jarðar þurfa að fara til og við líka. Ég er alveg sammála því að það er frábær hugmynd að setja kolefnisfótsporið á til dæmis innihaldslýsingu á vörunni. En alveg með sama hátt eins og við vitum að of mikil sem dæmi fituneysla er ekki hollt fyrir okkur, en við borðum hana samt. Það er bara ekki rétt að búið að sýna fram á það að við þurfum á fitinu að halda. Ég sagði of mikil, ég sagði ekki fituneysla, ég sagði of mikil. En við borðum hana samt. Og það er þessi, ég skil, það er þessi rassjónal neytandi sem við treystum of mikið á. Við verðum að neytendur eru ekki alltaf
fullkomlega skynsamir. Við hegðum okkur ekki eins og hagfræðin heldur að við hegðum okkur. Við hegðum okkur ekki eins og einhvers konar gangandi nytja hámörkunar maskínur. Eins og við ekki allir, en margir miður, myndi vilja hafa þessar upplýsingar og myndi þá kannski vera einhvers konar fyrirmynd fyrir aðra til að gera eins. Ég er ekki að bera á móti því að við erum að vera með upplýsingarnar, en ég er að segja að við verðum að vera með upplýsingarnar og kolefnisgjaldið. Já, ég er líka algjörlega sammála því. En það er þessi heildarhugsun. Við erum að tala fullt af samliggjandi aðgerðum. Það þýðir ekki að gera neitt eitt. Við vitum það alveg. Björn, má ég senda boltan svona til þín núna? Það er talað svona lausnir og allir meira og minna sammála svona sirka hverja þeir eru. Það hefur eins og komið fram hérna í þessu þætti að við erum með svona kerfin okkar á hnignunarstigi eins og fjölmiðlar og umræða og annað slíkt og ég held að vantraust á stjórnmálum á Íslandi svona viðlíka og í Ungverjalandi. þar sem samfélagið hefur verið straujað að Sovjetinu og nýfrjálshyggjunni og þjóðernisöfgahópum og þannig að við erum í mjög slæmum málum raunverulega með svona traust á stofnunum samfélagsins. Og hérna er verið að tala að það sé nauðsynlegt að lýðræðisvettvangurinn, ríkisvaldið, stígi inn og setji reglurnar. Og ég í Rauðaborð þá ég að tala við fólk á ýmsum kynslóðum og því neðar sem að fyrir kynslóðum að því meira vantraust raunverulega á stjórnmálum og það næstu þetta að fara að tala bara vantrú á lýðræði. Þannig að við séum eiginlega að glíma við það. Gefðu mér nú svona eina von í lokin að út úr þessari drulluköku sé hægt að búa til lausn sem að muni bjarga samfélaginu og heiminum. Já, skemmtileg spurning. Ég er náttúrulega svo heppinn að kenna ungu fólki upp í háskóla og ég hef einmitt fylgst mjög vel með því hvernig trúin á lýðræðið var í vissu hámarki fannst mér eftir hrun en minnkaði síðan dálítið hratt í kringum svona á síðustu árum. Og þegar við segjum að unga fólkið hafi enga trú á stjórnmálum það ekki samt svolítið sígilt að unga fólki nú alltaf dálítið uppreist gegn þessum svona, áður fyrir var náttúrulega aðalega bara gamli kallar með slifsi og það ósköp eðlilegt, en nei, það vissulega einhver kreppa lýðræðis í gangi núna á Vesturlöndum, en auðvitað ég held að málið þar sé einfaldlega það og ég held að unga fólki skilji það mjög vel að það sem við þurfum einfaldlega bara betra og virkara lýðræði. Við þurfum einfaldlega bara að ganga einhvern veginn í gegnum þennan skaplega sem hefur riðið yfir lýðræðið og endurnýja eiginlega og virkja það betur. Það þarf auðvitað að dreifa valdinu því að lýðræðið verður að vera, við verðum að læra bara heilmikið af anarkismum. Anarkismin bara mjög mikilvægur og anarkismi það alls ekki stjórnleysi, heldur þvert á móti stjórn bara fólk bara ræður ráðum sínum í grasrótinni. Og það bara kjarni lýðræðisins. Við þurfum bara að fara dálítið þangað. En ef þú vilt fá von, þá segi ég hugsa nú bara öll viðtölin sem við erum búin að sjá síðustu vikurnar. Þetta kom svo sem fram fyrir þættinum, en þegar sérstaklega talað við unga fólkið, það spurt, hefur áhyggjur af COVID, hefur áhyggjur að fá veiruna? Já, og af hverju? Hefur áhyggjur að smita sjálf? Nei, ég hef engar áhyggjur að smita sjálf, ég bara áhyggjur að smita einhvern annan, ég áhyggjur að smita ömmu, ég áhyggjur að smita afa. Sjáu þið, svona erum við erum verur sem okkur alls ekki alls varnað, við erum þvert á móti, við viljum vel, við erum stöðugt að hugsa það hvernig við viljum lifa saman og hvernig við getum bætt það og það getur bara verið mjög erfitt og þjakandi við þessar aðstæður sem líka verið að segja okkur hverjum degi heimurinn sé að fara til fjandans. Ég hef satt sér bara miklar áhyggjur svona af andlegri heilsu okkar og ekki síst unga fólksins. Þegar Sameinuðu þjóðirnar gefa út að árið 2030 verður það seint að bjarga. Þannig að ég hef trölla trú á unga fólkinu en það ekkert voðalega mikill tími til stefnu. Ok, þetta verða að vera loka orðin. Þetta gallinn við þessa þætti við Rauðaborðið. Það svo stór mál sem eru til umfjöllunar að fólk segir margt og merkilegt og sem leggur mikið til umræðunar, en umræðan klárast ekki og mörg ykkar fara kannski frá borði og eru ekki búin að
klárað það sem þið vildu segja og þess vegna ætla ég að fá að nippa í ykkur aftur seinna og halda umræðin áfram. Ég held að við reynum að finna einhverja leið hérna á samstöðunni að halda umhverfisumræðinni gangandi með einhverjum föstum þáttum, finnum út af því. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa komið hingað, Oddný Eir Ævarsdóttir, Kristín Vala Ragnarsdóttir, Björn Þorsteinsson, Hjalti Hrafn Hafþórsson og Ólafur Margeirsson. Takk fyrir að taka þátt í þessu. Þakka hlustendur fyrir að ljá þessu eira og við sjáum svo á morgun við rauðaborðið þar sem við höldum áfram umræðinu kreppuna og þær breytingar sem að hún kallar fram á hugmyndum okkar og samfélaginu og stjórnmálunum. Takk fyrir í kvöld.